Já, Ingi, hver svona fyrstu viðbrögð eftir, já, tætleik á móti ÍR? Það bara mjög svektur, eins og eðlilegt Bara, mér fannst vega að vinna þennan leik, en ÍR lögðu mikið í hann og þetta var svona, ég sá það að vinna Val hérna á nákvæmlega sama hátt, þannig að þeir koma svona mjög sterkir upp á lokakaflanum og fengu alveg risakörfu frá Amerikanansinum og feikilega góð lemna. Hvað svona fannst þér helst fara úrskeiðis á þínu liði? Já, tapaði bolta. Við hefum ekki að tapa á 20 boltum, sko. Það bara, leikurinn endurspeglast bara í því. Við erum að hérna svona gefa þeim allt og margar sóknir fríar, tapa boltanum á þess að þeir séu eitthvað voru til dæmis að setja eitthvað press á okkur. Oft voru við að henda boltanum í eitthvað kerfisefni, sko. Þannig að við erum að laga það. 64, það 5 mínútur eftir, eitthvað á lokakaflunum sem þú myndir vilja breyta núna? Já, það sendingar og fæslur og eitthvað, já. Það bara sem körfuboltinn bara það frábær íþrótt. Það er svo mikið smálutum sem þú getur alltaf lagað. Mér fannst við verið að gera hérna góða hluti, við náðum að komast í 69-64. En þá gerum við mistök í varnarlega séð, það sem ekki samskiptin klárast ekki allar leið og þeir nýttu sér það bara í dag, voru svínheitt í dag og skutu boltanum mjög vel. Fengum frábæra fyrirlag hjá Búlgarunum, við komum sæði það seinna áleik og kanið þeirra mjalla alltaf milli og vinnusemin í liðinu er frábært, þannig að við lögðum upp með að toppa vinnuseminu þeirra en hún var eiginlega á pari ef ekki hafa bara verið meiri af þeim og bara kredit á ÍR að flottu sigur þeim. Ósáttur við Mike að fara upp í 2 stiga skot þegar lítið er eftir? Það hafi ekki haft neitt að fyrst að boltinn kom inn á hann þá áttu við náttúrulega bara að reyna ég hef ekki vita hvað var mikil tíma eftir að sjálfsög áttu við að fara í 3 stigum. Þú spilar á 7 mönnum og svo kemur Þorvaldur inn í nokkrar mínútur. Hvað er Kristófer? Kristófer er bara veikur. Hún er veikur og við söknum hans sjálfsög. Þannig að svona er bara staðan. Jón mittist hérna í lokin, þannig að þessum dætt alveg út í lokin og það er svoleiðis. Hvernig líst þér á framhaldið? Við erum að fara í mjög strempi í nóvember og erum að fara að fá gott Stindastólfs í heimsókn og við þurfum að bæta okkar leik, allir sem er.